Þú ert að hlusta á podcastið Lífið með Lindu P. Ég Linda P. Linda master lífsþjálfi. Í LMLP-prógramminu eflir hún konur til að slappa á sjálfstýringunni, uppfæra sjálfsmyndina, fjármálin og lífstílinn, svo að besti kafli lífs þeirra geti hafist. Góðan og blessaðan daginn og velkomin í podcastið með Lindu P. Ég út í garði og með blævang því að það svo heitt. En ég segi bara velkomin í podcastið og í dag þá ætlum við að halda áfram það sem frá var horfið. Í seinustu viku þá var ég með 8 atriði sem ég geri fyrir framtíðina mína og ég að halda áfram með þann þátt. Ég tók fyrir 4 atriði í seinasta þætti því ég hafði svo mikið að segja þetta og þátturinn var komin upp í réttum hálftíma og ég reyni að hafa þættina ekki mikið, allavega ekki oft yfir hálftíma, nema eitthvað sérstakt standi til, þannig ég ákvað að skipta honum bara í 2, þannig að í dag þá færðu seinni helmingin af þessum 8 atriðum. Ég vona að þú hafir haft gagn og gaman af því sem ég tók fyrir í seinasta þætti og ég var að tala bara framtíðina, að hún sé ekki eitthvað svona sem fjarlægt og eitthvað óraunverulegt og eitthvað sem við höfum enga stjórn á, heldur eitthvað sem við erum að móta með því öllum ákvörðunum sem við erum að taka í dag og ég fór yfir 4 atriði með þér sem ég geri sérstaklega fyrir framtíðina mína og svo tek ég hinn 4 fyrir í þessum þætti. Og ég að gera þetta þannig ég sjá ekki eftir því þegar fram í sækir að hafa ekki gert þetta. Þannig að það sem ég tók fyrir í seinsta þætti, það var innsti hringurinn, það voru fjármálin, það voru ferðalög og að njóta. Þannig að það það sem við vorum með í seinasta þætti og í þætti dagsins, þá ætla ég að taka fyrir að rækta líkamann, gildin mín, æðri mátt og að skipuleggja framtíð mína meðvitað. Þannig ég ætla að fara onni í þessi atriði með þér í dag og svo náttúrulega bara frábært fyrir þig að búa til þinn svona eigin lista og komdu þá bara aftur og hlustaðu á báða þættina og taktu endilega með þér það sem þú getur og það sem þú telur geta nýst þér og svo máttu endilega gera mér greiða og deila þættinu með einhverju góðri vinkonu eða vini sem að þú telur að geti haft gagn og gaman af þættinum. Og talandi að ég með 8 atriði og það náttúrulega má ekki gleyma einu atriði sem skiptir gríðarlega miklu atriði sem einfalt en ekki nógu margir gera. Það að drekka vatnið ykkar og það náttúrulega nauðsynlegt að drekka 2 lítra vatni á dag og ég hérna með vatnsglasið mitt og ég segi bara skál áður en við byrjum, en ég sit hérna eins og í þættinum í seinustu viku, ég bara að halda áfram að taka hann hérna út í garði hjá mér í Suður Frakklandi, það örugglega 25 stiga hiti og mér svo heitt en eins og sagði, ég með blævanginn og ég ákvað að taka þáttinn upp hérna úti því að eins og ég sagði, í seinasta þætti mér hefur svo mikið lúxus og dásamlegt að fá að njóta útiveru og sitja undir berum himni. En já, atriði númer 5 hjá mér, það að ég styrki líkamann minn með reglubundinni einhvers konar þjálfun og náttúrulega næringu og minnst þetta sérstaklega mikilvægt núna á miðjum aldri og ég að leggja meiri áherslu á þetta eftir því sem ég eldist. Talandi innsta hring, þá hefur hann náttúrulega líka áhrif á hvernig við ræktum okkur líkamlega, andlega og náttúrulega næringun okkar. Ég svo heppin að kærasti minn, hann fer í ræktina flesta daga vikunar og hann búinn að koma mér inn í rútínuna að drífa mig í ræktina af því ég hef talað það við ykkur áður af því mér finnst það ekki skemmtilegt og ég nota minn frumheili, hann kemur með allar afsakanirnar í heiminum af hverju ég ætti bara að sleppa því að fara í ræktina. En ég kemst ekki upp með það og ég svo glöð að vera komin aftur í rútínu með að vera farin að æfa þetta. Ég fer svona 4 sinnum í viku, kannski 5 sinnum. Ég miða svona við 4 sinnum í ræktina til þess að lyfta, að þeim mér líður bara svo miklu betur. En mér finnst bara, eins og ég sagði svona á miðjum aldri skipta ennþá meira máli að styrkja kroppinn. Ég ekki farið í ræktina til þess að brenna kaloríum eða grenna mig eða neitt svoleiðis eins og maður gerði hérna áður fyrr. Mitt aðalmarkmið það að styrkja mig og byggja upp vöðvamassa. Eins og ég sagði, ég lyfti lóðum svona 4 sinnum í viku.
Ég geng eitthvað flesta daga vikunar, það algjör undantekning ef ég geri það ekki og oft á tíðum núna, eða svona kannski annað hvert skipti þegar ég fer út að ganga, þá ég með þyngdarvestið mitt og ég var nú með sér þátt hérna það, þannig ef þú hefur ekki hlustað á hann, þá vil ég endlega benda þér á það. Og svo náttúrulega ég, hugsaði meðvitað náttúrulega næringuna og bætiefni og mér finnst þetta bara svo gríðarlega mikilvægt. Þetta er svona langtíma stefna, náttúrulega maður finnur ekki munin alveg bara strax, sérstaklega með bætiefnin, en maður finnur enda munin eiginlega bara strax með næringuna, bara eftir hvað maður borðar. Ef maður fær sér til dæmis einhvern skyndibita eða eitthvað svona drasl, þá líður mér alltaf illa, eiginlega bara leið og svo finnur maður bara þegar maður fær sér gott salat með próteini eða góðan fisk, hvað þetta hefur góð áhrif á líkamann. Markmið hjá mér, það náttúrulega bara að halda líkamannum sterkum, virkum og heilbrigðum, þannig hann geti farið mig, fylgt mér áfram í hérna öllum áformunum mínum núna í besta kafla lífsins og áfram inn í framtíðina. Nú, þið hafi kannski heyrt hana Dr. Mary Claire Haver, hún höfundur bókarinnar hérna nýja breytingaskeiði eða New Menopause. Hún leggur mikla áherslu á styrktarþjálfun einmitt fyrir konur á breytingaskeiði og eftir breytingaskeiði og hún segir sérst að styrktarþjálfun, hún náttúrulega hjálpi okkur til þess að viðhalda vöðvamassa, styðji við beinheilsu og bæti efnaskiptastarfsemi og allt þetta hefur tilhneigingu til þess að rýrna með aldrinu. Það er þetta svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Og þessi læknir hún mælir sérstaklega með að konur lyfti lóðum og hún mælir líka með að klæða ykkur í þyngdarvesti eins og ég hef verið að benda ykkur á að gera í svona daglegum göngutúrum til þess að auka áhrifin á náttúrulegan hátt. Nú eins og ég sagði, ég hugsa líka vel fæðuna mína. Þið hafið örugglega margar hérna farið í gegnum 28 daga heilsuáskorun hjá mér, þar sem svona þeytingar sem stútfullir af súperfæðu. Ég hef búin að fá mér einn þannig nánast daglega, ætli þess ekki komið eitthvað 6 ár eitthvað svoleiðis, þar sem ég hef verið að fá mér þá. Mér finnst það æðislegt og ég set próteinduft út í hjá mér og svo náttúrulega Lindu Græni, hann mjög þekktur svona smoothie fullur af grænmeti og orku og ég passa það vel upp á próteininntökuna mína og svo tek ég bætiefni eins og ég hef sagt ykkur frá Omega 3, ég skal setja hlekkin hérna í glósanum fyrir neðan podcastið á olíuna sem ég tek inn, gæðaolía frá Noregi og D og K-vitamin, þau koma í pakkanum með Omega 3 olíunni, allt svona, þetta allt gæðavara, ég tek einnig C-vitamin, sérstaklega þegar ég að byggja upp ofnæmiskerfið, magnesium og svo hef ég að taka kreatín og þetta allt byggt á hérna vísindalegum svona bara þekkingu og þetta á að efla styrkin, orkuna og svo líka náttúrulega heila heilsu sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við mögum alls ekki horfa framhjá og þar kemur Omega 3 olían vissulega að góðum notum. Þannig að þetta bara nauðsynlegt að gera þetta allt til þess að fara hraust inn í framtíðina og taka þessi meðvituðu skref að móta framtíðin okkar. Ég þarf náttúrulega að hafa meira fyrir þessu en áður eins og þið hérna á svipum aldrei ég, þið þekkið eflaust líka, en þetta alveg þess virði og hafa meira fyrir því þá ég að tala til dæmis og bara það verður vöðvarýrnun hjá okkur þegar við erum komnar á breytingaskeið og ég hef alveg fundið fyrir því og svo ég líka eins og ég sagði, og líkaminn minn hann ekki, ég þarf ekki að laga hann, það ekki þannig að honum, ég vil bara styrkja hann og líða vel í líkamannum mínum og hann segir sterkur til þess að fara með mig í gegnum daginn og öll árin sem eru framöndan og nú ætla ég að fá mér kaffisopa. Þannig að mér þetta bara svona ákveðin sín afstæða sem ég hef bara fyrir líkamlega heilsu. Þetta líka partur að það bara byggja styrkin og bara sjálfstæði inn í framtíðina og náttúrulega velja hana að vera með hraustan líkama og það gerum við með næringunni og þarna flaug fram hjá mér risastórt hvítt fiðrildi. Þannig við gerum það með næringunni og hreyfingunni og náttúrulega bætiefnunum. Þannig að þetta eitt atriði hjá mér, það að styrkja líkamann á mér með reglulegri þjálfun.
Og talandi þjálfun, við erum að fara núna, ég og kærastinn, þegar ég er búin að taka upp þennan þátt, þá erum við að fara saman í ræktina og það er örugglega það sé ekki 5. skipti hjá mér í þessari viku og þegar ég er að taka þetta upp þá er laugardagur. Og númer 6 þá eru það gildin mín sem að ég stend fast við og ég hef náttúrulega áttað mig á bara eftir því sem að árin færast yfir hvað gildin mín skipta mig gríðarlega miklu máli bara til þess að ég sé að lifa í samræmi við þá konu sem að ég tel mig vera og þá konu sem ég vil vera og kannski það þegar maður var yngri þá eru kannski hlutirnir meira svona óljósir og mótuðust jafnvel bara skoðunum eða jafnvel væntingum annara til okkar, það er orðið miklu skýrara og alveg bara kýrskýrt fyrir mér af því að ég veit hver ég er, ég veit fyrir hvað ég stend, ég þekki sjálfa mig og hvað skiptir mig máli og þegar við erum að búin að svona átt okkur á hver gildi okkar eru og að fylgja þeim, þá stundum förum við gegn því sem öðrum finnst að við ættum að gera eða stundum jafnvel gegn straumnum og stundum þurfum við að segja nei þegar aðrir búast við að við munum segja já. Við þurfum fyrst og fremst bara að vera heiðarlegar okkur sjálfum. Stundum þurfum við bara að hætta við eða segja nei þegar það er ekki í samræmi við gildin okkar, við þá konu sem að við viljum vera. Jafnvel þó að það verði þess valdandi að við upplifum einhver tímabundin óþægindi. Þess vegna er svo mikilvægt að vita hver gildin sín eru og standa með þeim. Gildin, allavega fyrir mig, gildin mín, þau eru bara áttavitin minn, þau hjálpa mér að taka ákvarðanir, að forgangsraða og að ákveða að þetta styður mig, þetta er í takt við það líf sem ég vil lifa, þetta er í takt við trú mína eða að þetta er ekki í takt við, eða þetta er ekki lengur í takt við það hver ég er. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt að hafa gildin sín á hreinu. Númer 7, það er æðri máttur. Ég rækta samband mitt við æðri mátt og ég hef gert það bara frá því ég var rúmlega 20, bara með mismunandi áherslum, skildi ég segja, í gegnum tíðina. Og mér finnst bara gott að vita að það sé einhver æðri máttur, það henta mér að trúa því þannig hvaða nafni sem við kunnum að kalla þann æðri mátt. Mér finnst bara gott að hafa trú á æðri mátt og að það er ekki alltaf rökhugsunin sem að það er ekki alltaf svarið, er ekki alltaf í rökhugsuninni, heldur stundum þurfum að skynja aðeins með hjartanu eða svona inn á við. Já, en samband mitt við æðri mátt, það hefur svona, eins og ég sagði, það hefur þróast með tímanum og það snýst alls ekki að fylgja einhverjum föstum reglum sem að aðrir hafa sett fram eða einhverjum trúarlegum skildum, heldur að hlusta á það sem að ég trúi og það náttúrulega tengist líka því sem ég var að tala áðan, það eru gildin mín og það er bara að opna huga minn og andlega tengingu við eitthvað stærra en ég er sjálf, sem tengjast mínum æðri mætti. Ég hef líka deilt með ykkur hér að ég byrjaði núna 1. janúar, þá náði ég mér í svona app eða hljóðbók og búin að vera að hlusta á biblíuna daglega og það er þetta svona að lesa með, þannig ég hef verið að lesa eða hlusta á hana á hverju morgni og mér finnst það bara gríðarlega áhugavert og þetta er náttúrulega bara saga sem að ég mæli með að fólk lesi og þetta var búið að vera eitthvað sem ég langaði að gera lengi og mér finnst æðislegt að fara til dæmis í kirkjur hvort sem það er mín trú eða einhver önnur og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að ég hef gert svona í gegnum tíðina, náttúrulega ferðast gríðarlega mikið og áhugin minn á bæði trúfræði og siðfræði ekki síður hefur verið lengi og náttúrulega svo stúderaði ég siðfræði þegar ég var í heimspekinámin og mér fannst það gríðarlega áhugavert. En já, ég hef haft mikinn áhuga á trúfræði og það hefur fylgt mér bara mjög lengi og þetta hef búið að svona eflast eins og ég var að tala á ferðalögum mínum heiminn innan mismunandi menningu og trúarbrögð og ég hef lengi verið heilluð af mismunandi trúarbrögðum og hefur svo sannarlega kynst þessu á ýmsan máta á ferðalögum mínum heiminn í síðastliðin 40 ár. Þannig að í svona hverju heimsálfu þá hef ég nú lært eitthvað nýtt svona andlega tengingu og trúarbrögð og svo hef ég bara einhvern veginn haft það þannig að ég tek það sem að mér finnst áhugavert
hverju sinni úr mismunandi trúarbrögðum og það hefur orðið svona minni andlegu iðkun. Og það bara eitthvað ótrúlega gott við það að trúa á æðri mátt. Það allavega að henta mér og bara vita að maður þarf ekki að burðast með allt sjálfur og geta treyst á eitthvað æðra manni sjálfu. Það hefur verið svona leiðarljós mitt lengi og eins og ég sagði, mér finnst ekkert nema bara göfugt að taka og hlusta á mismunandi trúarbrögð og taka svo úr því sem að henta mér hverju sinni til þess að styrkja mína eigin andlegu iðkun. Og atriði númer 8, það náttúrulega það sem að ég vinn mikið með konunum mínum inn í LMLP-prógramminu, það náttúrulega að skapa framtíð sína meðvitað. Af því mér persónulega, ég var eitthvað svona hugsuð þegar ég var að ákveða hvað ég ætla að tala um í dag, að mér hryllir eiginlega bara við þeirri hugmynd að staðna. Mér finnst það eitthvað rosalega óspennandi og að lifa lífi sem að staðna og lifa lífi sem endurspeglar ekki þá konu sem ég í dag og þá konu sem ég að verða. Mér finnst það bara, mér hryllir eiginlega við að vera föst svona í viðjum vanans, án þess að þróast, á þess að svona uppfæra hver ég á þess að endurnýja sjálfa mig og tengja sjálfur mér á dýpri hátt. Þetta bara svona þetta líka eiginlega bara svona grunngildi hjá mér, að vera svona að efla sjálfa mig og ég geri það náttúrulega í gegnum þetta að vera að skipuleggja framtíð sína meðvitað og þetta 8. atriði hjá mér hérna í þessum 2 þáttum, en mér finnst þetta einna mikilvægasta atriðið. Ég sjálf svona sambland af náttúrubarni og heimsborgara og heimurinn hefur bara lengi verið mitt heimili og ég persónulega, ég nærist á því að vera svona á mismunandi stöðum þar sem ég að læra eitthvað nýtt, ég að læra af fólkinu sem að býr þar, af landslæginu, af mismunandi menningarheimum og svona orkunni sem að í hverju landi fyrir sig. Og ég þarf að hafa huga minn svona á hreyfingu og þetta fyrir mig, þetta eflir sköpunargleðin mína svo sannarlega. Og þess vegna forðast ég að vera á sjálfstýringu. Af því að fyrir mér þá verður það bara að einhvers konar vítahring. Og það persónulega það dregur úr mér kraftinn, forvitnina og smækkar framtíðarsýn mína. Í staðinn fyrir að sætta mig við hlutina eins og þeir eru og láta dagana bara líða á sjálfstýringu, þá hef ég tekið meðvitaða ákvörðun. Ég hef tekið ákvörðun að þróa með mér meðvitað líf, meðvitaða svona rútínu sem að færi mig inn í þá framtíð sem að mig langar að lifa, eins og þessi 8 atriði sem að ég að tala um hérna í þættinum, fjalla einmitt um. Og blessu og sæl, hér bara komin æðakolla hérna bara hálfum metr frá mér. Hæ, ertu að koma að hvort ég mat handa þér? Já, ég skal koma á eftir. Þú örugglega með ungana þína hérna rétt hjá. Þetta svo æðislegt hérna. Þannig að, já, fyrir mér skiptir þetta náttúrulega miklu máli að vera ekki á sjálfstýringunni, heldur einmitt, hún nú ekki hérna langt í burtu, þeir sem að sjáu vídeóið hérna. Ég alltaf með dagbókina hérna, ég skrifa í hana daglega. Og með því að gera það, þá ég alltaf að endurvekja drauma mína. Ég að minna mig á hvert ég stefni og ég að velja mér hugsanir sem að styðja við framtíðarsýn mína. Við þá framtíð sem að mig dreymir framtíð sem að ég vil lifa. Og ég byrjaði einmitt í seinasta þætti að segja ykkur hvað þetta gríðarlega öflug vinna. Því hér sit ég í Suður-Frakklandi, ég byrjaði að skrifa þetta fyrir 4 til 5 árum síðan, þá var ég með þá framtíðarsýn að ég ætlaði sjálf að vera komin hérna einhverstaðar í Suður-Evrópu, þar sem sólin skín með mitt annað heimili, eftir að dóttir mín, hún elsku Ísabella, væri farin utan í nám. Og þetta gerir svo hratt og í dag þá ég að lifa þetta draumalíf sem að mig hefur dreymt og ég hef skrifað í dagbókina mína, nánast daglega síðastliðin ár. Og svo þetta bara einhvern veginn allt í einu, þegar maður áttar sig á því, þá ég að lifa draumalífinu mínu. Og það bara sýnir ykkur það, hvað þetta gríðarlega áhrifaríkt að gera þessa vinnu sem ég að kenna ykkur hér og við vinnum náttúrulega með stöðugt inn í LMLP-prógramminu. Þannig að ef þú ert ekki nú þegar inn í
LMLP, þá vil ég hvetja þig til þess að skrá þig á biðlistan. Það ennþá einhverjir mánuður í að ég opni næst, þykir mér líklegt og það getur nú bara alltaf breyst, en skráðu endilega biðlista þannig að fáir að vita þegar ég opna næst. Þannig að já, ég endurvek drauma mína, ég vel mér hugsanir sem að styðja við framtíðarsýn mína og þessi iðkun, hún hjálpa mér að halda tengingunni við sjálfa mig og draumana mína og það sem að ég vil skapa og búa til í mínu lífi. Af því að ég vil ekki lifa sem áhorfandi í eigin lífi. Ég kýs að vera höfundur lífs míns og á hverjum degi þá móta ég sögu mína. Hún þarf ekki að vera fullkomin, en hún þarf að vera í takt við þá konu sem ég er og í takt við gildin mín. Þannig að þetta það sem mig langaði að deila með þið núna, þessi 8 atriði og þetta var það seinasta. Það að vera með skýra framtíðarsýn og móta hana með því að skrifa daglega í dagbókina og þetta gæti ekki verið einfaldara ráð, þetta loka ráðið að ég að segja þér, ég að hvetja til þess að vera með blað og penna. Ég skrifa í LMLP dagbókina að vera með blað og penna og skrifa það sem þig langar, það sem að þú sér fyrir þér og trúðu mér, ef þú sér það fyrir þér, ef þú hefur sköpunargáfuna að sjá þetta fyrir þér og minna þig á þetta reglulega með því að skrifa, þá myndu geta skapa það, annars myndur ekki sjá það. Og ég bara lifandi dæmi að hvað mögulegt að gera þegar þið farið eftir því sem að ég að kenna ykkur. Og ef það eitt sem að ég veit með vissu, þá það að ef mér langar í líf sem ég sé ekki eftir, þegar ég líti í baksinn í speilin að ég hugsa ekki með mér, ég vildi ég hefði gert þetta, að þá þarf ég að lifa lífinu í dag með þetta, með því að velja hugsanir mínar, með því að gera það sem að ég búin að vera að taka fyrir í þessum atriðum hér og móta framtíðina þína á skýran og markvissan hátt. Þannig að mundu bara að þetta mikilvægt, gríðarlega mikilvægt, af því að framtíðin þín, hún nú þegar hafin. Þannig ég segi bara takk fyrir að hlusta á þáttinn, þennan síðari þátt sem ég að tala þessi 8 atriði sem að ég geri fyrir framtíðina mína. Ég vona að þetta hafi verið hvetjandi fyrir þig og opnað kannski augun þín fyrir hvernig þú getur gert þetta líka í þínu lífi og mér langar að biðja þig endilega að gera mér greiða með að deila þættinum á samfélagsmiðla og með einhverju einni manneskju sem að þú telur að myndi hafa gagn og gaman að hlusta á þáttinn. Og komdu svo endilega líka á Instagram og láttu mig vita og hefur að hlusta á þáttinn. Það væri nú gaman að fá að heyra frá ykkur þar hvað þið tóku með ykkur úr þættinum. En enn og aftur takk fyrir, ég vona að þú hafi verið bara sem allra best og mundu að hlúa sjálfur þér eða sjálfum þér og svo heyrumst við aftur hér í næsta þætti. Lífið með Lindu P. Ég hannaði prógram til þess að hjálpa þér að bæta líf þitt. Það algjörlega magnað. Þú finnur það hvergi annars staðar, það virkar og þú verður óstöðvandi. Lindu þætti mjög væntum ef þú gefur henni 5 stjörnu meðmæli í podcast-appinu þínu. Nánari upplýsingar lífið með Lindu P. prógramið finnurðu á heimasíðunni lindap.com.